Ósmann. Þetta sönn saga. Höfundurinn tekur sér þó skáldaleyfi. Honum fyrirgefst það vonandi. Forleikur. Nakinn stendur Ósmann fyrir utan byrgi sitt, stendur gleiður á fjölum lífsins, styður höndum á mitti, skeggjaður þróttmikill maður fríður sínum, draugum tjaldið frá söguhetjunni. Það mjög freistandi að lýsa honum í smáatriðum, en ég kýs að gera það ekki, slíkt væri ókurteisi. Því hann veit ekki að ég að fylgjast með honum. Ég ætla hins vegar að útskýra lítið eitt ástæðu þess að hann nakinn, enn tími til stefnu, enn hefur hann ekki tekið eftir konunni sem liggur á sandbakkanum við fljótið, klæðalaus eins og hann og ef til vill dauð. Það runnin upp ný öld í Skagafirði, hún rann upp fyrir skemmstu og það gerðar miklar væntingar til hinna nýju tíma. Ósmann hefur lífað í 42 vetur og í blóma lífsins, myndi maður halda, en því miður dagar hans nánast taldir. Ég mun greina frá endalokum hans þegar þar að kemur, gera örvæntingar fulla tilraun til þess og varpa ljósi á líf hans allt og skilja dauða hans, já, hver veit nema ég reyni að skilja dauðan sjálfan, en hinum beisku endalokum sem bíða okkar allra, þegar tjaldið fellur, hyggst ég ýta á undan mér á meðan kostur Nú færist ró yfir salinn og nakti maðurinn, stattur á leiksviði ævi sinnar, horfir út í myrkrið eins og hann sjái ekki fólkið sem hefur orðið á vegi hans ævina eða á enn eftir að hitta hann, en bíður nú óþreyjufullt eftir að ferjumaðurinn hreyfi sig og að sagan hefjist. Ég heiti Joachim B. Schmidt og bókin mín Ósmann fjallar ferjumanninn Jón Magnússon Ósmann. Hann vann sem ferjumaður allt ævi við Vesturós Héraðsvatna í Skagafirði og þetta sem sagt tilraunin minn að fanga heilt líf, segja frá honum. Hann var mjög sérstakur, stór og sterkur, skemmtilegur, hann var líka veiðimaður, drykkjumaður, ljóðskáld. En ég skrifaði þetta bók á þýsku, þar sem ég fæddur og uppalinn í Sviss, reyndar búinn að vera á Íslandi í 20 ár, en ég fekk Bjarni Jónsson til að þýða þetta bók. Já, ég ætla ekki að segja meira nema skemmt ykkur vel og gleðileg jól.